Aukið viðbragð NATO í Eystrasalti eðlilegt svar við ítrekuðum skemmdum á sæstrengjum, segir utanríkisráðherra. 3 slitnir strengir á skömmum tíma geti ekki verið tilviljun. Slæmar sýkingar eru fyrr á ferðinni en fyrir heimsfaraldur. Auk þess koma þær næstum samtímis á versta tíma þegar flestir hittast jól og áramót. Aukið álag á Landspítalann bendir einnig til að veikindin séu meiri, segir sóttvarnalæknir. Bandaríkjaher og NATO greiða 56 milljarða til uppbyggingar hersins hér á landi. Að auki leggur íslenska ríkið til 2 milljarða. Talið að umsvif hersins hér fari vaxandi á næstu misserum. Tugir björgunarsveitamanna tóku þátt í leit á Reykjanesskaga sem hætt var síðdegis. Neyðarboð bárust Landhelgisgæslunni í morgun, en björgunarsveitir segir engar vísbendingar að einhver sé þar í neyð. Í dag var fyrsti verslunardagur eftir jól og margir í þeim erindagjörðum að skila eða skipta vörum í stað þess að kaupa þær. Röng stærð helsta ástæða þess að fólk skiptir jólagjöfum. Komið þið sæl. Herafli NATO verður eldur á Eystrasalti eftir ítrekaðar skemmdir á sæstrengjum. Forseti Finnland segir vitað hverjir voru að verki en ekki hvað búið að baki. Finnsk yfirvöld eru borð í olíuflutningaskipinu Eagle S sem talið að hafi valdið skemmdum á köplum á milli Finnlands og Íslands með því að draga akkeri eftir hafsbotni. Skipið siglir undir fána Cook-eyja en talið heyra til skuggaflota Rússlands. We have been from the beginning in close contact bilaterally with our neighboring countries, including Estonia and Sweden, among others. More broadly, in direct connection with NATO and Secretary General Rutte. It's too soon to draw conclusions yet why this happened. We know who did it. Mark Rutte, framkvæmdastjóri NATO, tilkynnti í morgun að eftirlit bandalagsins á Eystrasalti yrði eflt og fjölgaði í flota þess. Varnarmálaráðherra Íslands greindi jafnframt frá því í morgun að þarlend herskip yrðu við eftirlit nærri sæstrengjum frá Finnlandi í landhelgi Íslands. Aðeins mánuður síðan 2 rafstrengir voru rofnir á sænsku yfirráðasvæði í Eystrasalti. Grunur leikur á að kínverskt skip hafi slitið þá í sundur en það hefur ekki fengist staðfest. 2 rafstrengir liggja á milli Finnlands og Íslands. Sambandið á milli ríkjanna rofnaði því ekki alveg þegar annar þeirra fór í sundur á jóladag. Finnska raforkuveitan Fingrid segir viðgerðir á strengnum geta tekið marga mánuði og á meðan gæti orðið raforkuskortur til Íslands. Eistar reitu sig að miklu leyti á orkuöflun frá Rússlandi, allt þar til Rússar réðust inn í Úkraínu. Síðan þá hefur ríkið dregið úr henni og sækir orku til nágranna sinna í Litáen og til Finnlands. Til stendur að slíta alfarið á öll orkutengsl við Rússland á nästunni. Tegelikult vajab praegust olukorda arvestades kaitset ja tähelepanu alla võtmist ka maismaataristu. Et kui me räägime energeetikast, eelkõige kui me räägime energeetikast, eelkõige ka nende sündmuste valguses, mis on planeeritud veebruarikuusse, kus kohas meil on lahti ühendamine plaanis siis Venemaa võrkudest ja valmistudes Balti riikide elektrivõrgu siis sünkroniseerimiseks Mandri-Euroopa elektrivõrguga on selleks juba tegelikult ettevalmistusi tehtud ja Politsei- ja Piirivalveametil on määratletud siis kriitiliste objektide loetelu ja plaan nende kaitse alla võtmiseks. Robert, forseti Finnland segist vita hverjir voru þarna verki og hverjir eru það? Það bendir nú allt til þess að þarna eyjan við Rússa. Skipið sagt vera úr skuggaflota Rússlands sem eru skip sem sigla olíu til og frá Rússlandi í trássi við viðskiptabann. Og Evrópusambandi tilkynnti mitt nýverið að það hyggist herða refsingar gagnvart 50 skipum sem eru í þessum skuggaflota. Og á þessum blaðamannafundi sem við sáum frá Alexander Stubb áðan að þá sagði hann einnig að það gæti ekki verið tilviljun eða slys að 3 sæstrengir svona nálægt Finnlandi hafi skemmst á innan við ári. Einmitt. En nú reiðum við Íslendingar okkur nánast öllu leyti á sæstrengi fyrir netþjónustu. Eru þeir í einhverju hættu? Okkur léka mitt forvitnaði að vita það og spurðum nýjan utanríkisráðherra út í það hvort að
Já, eftirlit með þeim hafi verið hert í ljósi þessara frétta og þá spurðum við hana einnig út í hvernig hún metur stöðuna við Eystrasalt eftir yfirlýsingu Rutte aukin herafla NATO þar. Og þetta orðið meira en tilviljun og þannig að ég tel afar eðlilegt að NATO-ríkin fara að byggja upp frekara eftirlit. Þetta svokallaður skuggaflóti Rússa eins og oft nefndur og mitt persónulega mat að þetta ekki tilviljanakennt. 3 sæstrengir halda uppi nærri allri netumferð á Íslandi. Einn liggur til Skotlands með viðkomu í Færeyjum, annar til Danmerkur og svo 3. og 9. til Írlands. 4. strengurinn liggur síðan til Grænlands en hann komin til ára sinna og lítið sem ekkert notaður. Þorgerður segir að eftirlit með strengjunum hafi verið bætt á liðnum árum en tilefni sé til að styrkja það enn frekar. Við þurfum að athuga betur viðbrögð okkar og varnir þegar að þessu kemur. En það eins og ég segi, það líka margt sem hefur verið gert meðal annars á sviði þjóðaröryggisráðs. Það sem hefur einmitt verið dregna fram ákveðna sviðsmyndir og hugsalega þegar, það verður rof á innviðunum neðansjávar og þá erum við með plan B og C og D. Þessi ógn muni endurspeglast í uppfærðri varnar- og öryggistefnu sem unnið að. Það atlaga að mínum mati þegar kemur að þessum vestrænu gildum lýðræði, frelsi, mannréttindi og það ástæða fyrir okkur, þessi ríki sem tilheyrum meðal annars NATO og við stöndum saman og nálgumst þessi mál ekki af einfeldni heldur af festu og einurð og þess vegna fagna ég þessu sem Atlantshafsbandalagið tilkynnt í dag. Uppbygging hersins í Keflavík kostar 58 milljarða króna og hefur að mestu verið greidd með framlögum frá Bandaríkjaher og NATO. Líkur á að kostnaðurinn eigi eftir að aukast á næstu misseri. Birtingamyndir meiri umsvifa bandaríska hersins á varnarsvæðinu á Miðnesheiði eru ýmsar. Þar dvelja nú 200 til 300 hermenn á hverjum tíma. Byggðar hafa verið 2 nýjar blokkir og aðstaða fyrir flughermenn hefur verið endurnýjuð svo fátt eitt sé nefnt. Og hér verið að reisa nýtt aðgangslið en það gamla annar ekki lengur umferðinni til og frá svæðinu. Umferðin hefur aukist mikið síðustu misserin og við gamla hliðið myndast að langar biðraðir á álagstímum þar sem fólk sem á erindin á varnarsvæðið þar stundum að bíða í hálftíma eða jafnvel lengur. Og hér búið að gera aðstöðu fyrir gistirými sem hægt að koma upp með frekar skömmum fyrirvara. Það eru þá gámar eða tjöld og hér geta 500 til 1000 manns dvalið. Og hér sjáum við vopnageymslur Atlantshafsbandalagsins á Íslandi. Það verið að auka við liðsafla hjá bandalagsríkjum okkar. Það verið að þróa nýja viðbúnaðaráætlanir, setja á fót herstjórnir og allt þetta hluta því að styrkja varnar- og fælingamátt Atlantshafsbandalagsins. Alls verður 56 milljörðum króna kostað til uppbyggingarinnar til ársins 2028 og nemur framlag íslenskra stjórnvalda rúmum 2 milljörðum króna. Þyngst vegur ný birgðageymsla flughersins sem fjallað var í fréttum okkar í gær og stækkun flughlaðs og aðstaða fyrir gámabyggð og tjaldbúðir. Bætt hafnaraðstæða í Helguvík einnig mjög kostnaðarsöm en þar verður útbúin viðlegukantur fyrir stærstu herskip NATO og settir verða upp mun stærri eldsneytistankar sem ætlað að þjóna stóru svæði. Okkar kostnaður snýst fyrst og fremst rekstur á mannvirkjunum, viðhald og eftirlit en að stærstu hluta eru framkvæmdar hér kostaðar annars vegar af Bandaríkjunum og hins vegar af Atlantshafsbandalaginu. Útgjöld íslenska ríkisins fara mestu í gistirýmin eða sem nemur 850 milljónum króna. Þá hefur íslenska ríkið greitt 725 milljónir fyrir kerfisuppfærslu á hugbúnaði í stjórnstöðu NATO á Miðnesheiði og 469 milljónir króna fyrir uppfærslu á ratsjárkerfum. Stækkun flughlaðs og aðstaða fyrir gámabyggð nemur rúmum 8 milljörðum króna og greidd af Bandaríkjaher en verður í eigu íslenska ríkisins að framkvæmdum loknum. Nýjar varnaráætlanir Atlantshafsbandalagsins gætu kallað á enn meiri uppbyggingu hér á landi á næstu misserum. Það sem skiptir okkur mestu máli að við getum tekið á móti liðsafla og stutt við hann, það okkar framlag, það hluta okkar skildum og þannig getum við tryggt að öryggi Atlantshafsins og okkar eigin svæðis og Evrópu og Norður-Ameríku sé tryggt. Veirusýkingar af völdum inflúensu og RS-veiru eru fyrr á ferðinni en áður. Að auki koma þær upp samtímis sem mjög slæmt því það veldur álagi á heilbrigðiskerfið á sama tíma, segir staðgengill sóttvarnalæknis. Nærri 100 sjúklingar eru í einangrun á Landspítalanum, 40 þeirra liggja þar vegna öndunarfærasýkinga, þar af 7 á bráðamóttöku.
Öndunarfærasýkingarnar eru helst af völdum inflúensu og RS-veiru. Við allavega sjáum merki að þær leggi af stað fyrr heldur en var. Fyrir COVID urðu sýkingar af völdum RS-veiru og mikil veikindi af völdum þeirra milli jóla og nýjárs eða fyrstu vikuna í janúar og inflúensan kom svo í við seinna. Núna eru þær báðar að koma í ljós töluvert fyrr og farnar að valda álagi á spítalann fyrir jól sem að eykst svo bara milli hátíðanna og í janúar. Þetta kemur sér illa að því leyti að þá fleira fólk kannski smitandi jólin og kannski líklegra að það komi fleiri smita því að margir að hittast. Já, mögulega. Og líka bara þegar þær koma svona á svipum tíma þær leggjast báðar illa á yngstu börnin og eldri fullorðna. Þau yngstu og elstu eru líklegust til þess að leggjast inn á spítala. Það bara því miður mjög slæmt þegar þær koma svona samtímis og valda álagi á alla innviðina á sama tíma. Auk þess að koma á sama tíma kann líka vera að veikindin séu meiri. Sennilega þetta blanda. En álagið á spítalan hefur líka aukist og það bendir til þess að það sé raunverulega meiri veikindi. Eftir örfáa dag eru áramót og þá eins og jól á fólk eftir að flykkjast í veislur, boð og allskyns mannamót. Af því tilefni hér ráðlegging. Það kannski fyrst og fremst það að fólk sem almennt hraust og á besta aldri en með kvef ætti kannski síður að koma á mannamót þar sem einhverjir sem eru viðkvæmir fyrir. Leitað var á Reykjaneskaga fram eftir degi eftir að neyðarboð bárust þaðan í morgun. Leit var hætt á 7. tímanum. 70 björgunarsveitamenn tóku þátt í leitinni. Boðin bárust klukkan 9:30 í morgun og voru gróflega staðsett í Meradölum við eldstöðvarnar nærri Fagradalsfjalli og önnur skammt suður af Þorlákshöfn. Þyrla og flugvél Landhelgisgæslunnar tóku þátt í leit en alls óvíst var hvort þau kæmu frá einstaklingi eða einhverju öðru. Það gekk á með suðvestan byljum á leitarsvæðinu sem var stórt. Björgunarsveitir fóru á minni og stærri farartækjum. Já, klukkan orðin 4, við erum hérna við Meradali, hvernig að leita í svona veðri? Það auðvitað alltaf erfiðara í svona skyggni en við reynum að gera okkar besta. Hvað eru þið búin að fara víða hérna? Við teljum okkur vera búin að leita alla slóða sem við vitum og á svæðinu og búið að fara þá oftar en einu sinni, oftar en tvisvar. Og en já, alla slóða innan svona ákveðins líkindarhrings og erum búin að fara vel út fyrir það líka. Við höfum ekki verið 12-15 frá Þorbirni í dag en svo auðvitað vorum við með allar sveitir af svæði 2 og eitthvað sveitum frá svæði 1 eða höfuðborgarsvæðinu. Það yfir 50 manns kannski? Já, langt yfir það. Það verið of dimmt bara núna? Já, það núna bara rétt fyrir 4 þá fór að rökkva og skyggni svona þá sérðu orðið voða lítið sem ekkert sko. Þegar leit var hætt var engin staðfestur grunur að einhver væri í hættu. Áfram verður hlustað eftir því hvort önnur boð berist frá sendinum í kvöld. Frank-Walter Steinmeier, forseti Þýskalands, leysti sambandsþingið upp í dag og boðaði til kosninga. Þjóðverjar kjósa sér nýtt þing 20. og 3. febrúar. Meðal síðustu verka þingmanna var að samþykkja vantraust á Olaf Scholz, kanslara Þýskalands. 3 flokka stjórn undir forsæti hans sprakk í nóvember eftir að hann rak einn ráðherra sinna. Flokkur ráðherrans dró sig þá úr ríkisstjórninni og eftir stóðu jafnaðarmenn og græningjar í minnihlutastjórn. Kristilegir demókratar leiða skoðanakannanir í Þýskalandi með þriðjungsfylgi. Þjóðernisflokkurinn AfD kemur þar á eftir með 19% fylgi og þar á eftir fylgja Scholz og jafnaðarmenn með 15%. Forsvarsmenn áfengisnetverslunar segja að lögregla hafi rangtúlkað áfengislög þegar hún reyndi að stöðva afhendingu áfengis í nokkrum netverslunum á öðrum degi jóla. Lögin taki ekki til netverslunar með áfengi. Nýja vínbúðin hefur verið starfrækt hér í kjallara í Skipholtinu í Reykjavík í að verða 4 ár. Það var hér sem að lögregla bankaði upp á í gær á öðrum degi jóla og ætlaði sér að innsigla staðinn. Í áfengislögum segir að áfengisútsölustaðir skuli vera lokaðir á helgidögum þjóðkirkjunnar og öðrum stórhátíðadögum, þar með talið á öðrum degi jóla. Þeim bent á að þarna væri fólk einfallega að sækja vörur sem var búið að kaupa, sem hefði keypt í gegnum erlenda netsíðu og svo mætir það þarna til að sækja vöruna í vöruhúsi en kaupir hann ekki á staðnum, þannig að þetta held ég að
þeir hafa alveg átt að sjá því að það gekk ekki. Nokkur ár eru frá því netverslanir með áfengi fóru að skjóta rótum á Íslandi og segja má að aðgerðir lögreglu í gær séu til marks lagalegu óvissuna sem hefur ríkt starfsemina. ÁTVR er lögum samkvæmt með einkaleyfi á smásölu áfengis en netverslanir eru reknar á erlendri kennitölu í skjóli þess að heimilt er að kaupa áfengi erlendis og fá sent til landsins. Aldrei hefur þó reynt á lögmæti þeirra fyrir dómi. Þetta bara breytti tímar en ef lögreglan vill, eða löggjafinn vill endilega banna þetta þá þarf auðvitað að gera það með skýrum hætti. Sú staða er ekki upp í dag og þess vegna voru ekki forsendur fyrir lögregluna allt í einu að rjúka hann upp til handa og fóta og telja að þarna væri sala í þessi stað á helgidegi. Suður-kóreskir þingmenn samþykktu í dag að ákæra sitjandi forseta fyrir embættisglöp aðeins 3 vikum eftir að hann tók við embætti. Stjórnarþingmenn tóku ekki þátt í atkvæðagreiðslunni. Han Duck-soo tók við embættinu af Yoon Suk-yeol fyrr í mánuðinum. Yoon var sjálfur ákærður fyrir embættisglöp fyrr í mánuðinum fyrir að setja á herlög í landinu 3. desember. Hann dró þau tilbaka degi síðar. Þingforsetinn lýsti yfir að aðeins þyrfti einfaldan meirihluta þeirra 300 sem sitja á suður-kóreska þinginu til að samþykkja ákæruna við litla hrifningu stjórnarþingmanna sem sátu allir hjá við atkvæðagreiðsluna. 투표 결과를 말씀드리겠습니다. 국무총리 한덕수 탄핵 소추안은 총 투표수 192표 중 가 192표로서 가결됐음을 선포합니다. Stjórnarskrárdómstóll tekur ákvörðun hvort ákærur þeirra Yoon og Han verði teknar fyrir. Deilur þingmanna við Han snerust dómstólinn en hann vildi ekki setja dómara í 3 laus sæti hans. 9 sæti eru í dómstólnum. Hann er starfhæfur með 6 dómurum en þá þarf aðeins einn þeirra að vera andvígur ákæru gegn Yoon til þess að hann fái starfið aftur. Milli jóla og nýjárs leggja margir leið sína í Kringluna að skipta jólagjöfum sem ekki féllu í kramið. Andrúmsloftið er þó talsvert rólegra en það var fyrir aldarfjórðungi síðan. Byrjaði strax í morgun, bara klukkan 10. Við komum röð. Ég er alskilega Celine Dion. Og hvað ætlar að fá í staðinn? Elvis og Bob Dylan. Það var rólegra að litast í Kringlunni í dag. Ég kom inn til að skila bara inniskóm sem ég bara ætla að fá aðra stærð. Áttu uppáhalds jólagjöf í ár? Já, ég fekk flotta íþróttaskó. Bara. Í réttri stærð? Í réttri stærð. Já, ég fekk úlpu sem ég þurfti að skipta. Og hversuna þú vildir skipta henni? Hún var alltaf lítil á mig. Það voru þó fleiri ástæður fyrir að skipta þurfti jólagjöfum. Honum fannst Lego vera óhugnalegt. Og svona, ég tek við minna skilu núna heldur en í fyrra sem dæmi, þannig að fólk hefur kannski vandað sem betur og fundir eftir stærðunar. Sumar gjafir hittu betur í mark en aðrar. Varstu sátt við alla jólagjafirnar? Já. Hvað var í uppáhaldi? Þessi kápa. Frakkar. Ég sjaldan upplifa hana, það var bara frakka jól, það er bara hreinu sko. Já, mjög svo. Passuðu þér allir, eru einhver að koma tilbaka? Ég er búin að taka með 2 og af kannski 60, ég veist að góður árangur sko. Það voru ekki aðeins frakkajól, heldur líka bókajól. Ég er bara hérna til að skipta bókum. Ég fekk 4 bækur í jólagjöf, 2 af því sama og svo hefur maður misjafna bókmenntasmekk. Það er ekki allir jafn flinkir að finna það út. Þannig að ég fór hingað til að ná mér í betri bækur að mér finnst. Arnaldur Indriðarsson tróndi efst á metsölulista Eymundsson ásamt Guðrúnu Evu og Yrsu Sigurðardóttur. Það er eitthvað sem kom þér á óvart? Nei, þetta er svona allt eftir bókinni bara. Og eins og þarna kom fram fengu mörg ný leikföng í jólagjöf meðal annars óhugnalegt Lego greinilega. En það reynist hins vegar ekki öllum jafn auðvelt að læra á ný leikföng. Svo var allavega raunin fyrir þennan kínverska pönduhún. Hann fekk rugguhest að gjöf á dögunum en reyndist þrautin þyngri að átta sig á hvernig átt að nýta hann. Pönduhúnnin þrautsegi er í dýragarði í Sichuan héraði í Kína og við vonum auðvitað að honum gangi aðeins betur að temja rugguhestin. Þó þessi föstudagur verður Kastljós á dagskrá í kvöld, þó ekki með hefðbundnu sniði því í þættinu verða að rifja upp nokkur af helstu umfjöllunarefnum ársins. Á sunnudag verður Kastljósinu svo beint að menningunni og hápunktum ársins úr henni. Og velkomin Theodór Freyr, spurning sem að mörg velta fyrir sér, hvernig verður áramótaveðrið? Já, það verður nú nokkuð kalt hjá okkur, það verður norðanátt og næstu daga í rauninni, það breytir aðeins
takt á morgun. En við getum verið að horfa upp á 10-15 stiga frost á gamlárskvöld þegar við ætlum að kveðja þetta ár og ganga inn í nýtt ár. Klæða sig vel. Já, og verður léttskýjað eiginlega meira og minna sunnan og vestan til á landinu, en gæti verið aðeins að verður skýjað fyrir norðan og snjóa eitthvað lítilega þar. Já, og við höfum einmitt verið að þola lægðagang og viðvarnir og þeim þá lokið. Já, og það svona, þessi taktskipti gerast á morgun og þá kemur norðanáttin inn þegar líður á daginn. Þú fer betur yfir þetta eftir smástund. Takk fyrir þetta, Theodór Freyr. Og þá skulum við líta á hvað ber hæst í íþróttum kvöldsins. Það Einar Örn Jónsson sem sér þær. Liverpool verður á toppi ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta áramótin, þótt einni umferð sé enn ólokið fyrir nýárið. Einn af öðrum ljúka landsliðsmenn Íslands í handbolta vinnu sinni á meginlandinu, áður en þeir halda heim til Íslands að hefja undirbúning heimsmeistaramótsins sem hefst miðjan janúar. Og keppni hélt áfram með miklum tilþrifum á heimsmeistaramótinu í pílukasti í Lundúnum í dag. Íþróttir hér rétt handan hornsins. Skulum við fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Aukið viðbragð NATO í Eystrasalti eðlilegt svar við ítrekuðum skemmdum á sæstrengjum, segir utanríkisráðherra. 3 slitnir strengir á skömmum tíma geti ekki verið tilviljun. Slæmar sýkingar eru fyrr á ferðinni en fyrir heimsfaraldur. Auk þess komaði næstum samtímis á versta tíma þegar flestir hittast jól og áramót. Aukið álag á Landspítalann bendir einnig til að veikindin séu meiri, segir sóttvarnalæknir. Bandaríkjaher og NATO greiða 56 milljarða til uppbyggingar hersins hér á landi. Talið að umsvif hersins hér fari vaxandi á næstu misserum. Tugir björgunarsveitamanna tóku þátt í leit á Reykjanesskaga sem hætt var síðdegis. Neyðarboð bárust Landhelgisgæslunni í morgun en björgunarsveitir segja engar vísbendingar að einhver sé þar í neyð. Í dag var fyrsti verslunardagur eftir jól og margir í þeim erindagjörðum að skila eða skipta vörum í stað þess að kaupa þær. Röng stærð helsta ástæða þess að fólk skiptir jólagjöfum. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 10 í kvöld og RÚV.is má nálgast allar helstu fréttirnar á íslensku, ensku og pólsku. Svo er þetta að senda fréttastofu ábendingar á netfangið okkar fréttir hjá RÚV.is. Þessum fréttatímanum er hins vegar lokið, njótið helgarinnar og verið sæl. Á RÚV í kvöld. Kastljós Annáll. Þar verið yfir það helsta í kastljósi á árinu sem að líða. Páll Óskar 50 ára. Upptaka frá afmælistónleikum Páls Óskars sem haldnir voru í Háskólabíói í mars 2022.